að ræða baráttuna gegn fátækt og hjá okkur Kolbeinn Stefánsson sem hefur sent frá sér mjög mikið af efni á undanförnum árum með ýmsu efni sem varðar okkar málstað. Kolbeinn til dæmis sendi frá sér nokkrar skýrslur í fyrra og meðal annars var hlaut sérstök verðlaun hjá okkur í fjölmiðlaverðlaunum Götunnar sem skýrslumaður Götunnar, þannig að hann okkar skýrslumaður. Velkomin til okkar, Kolbeinn. Takk fyrir það. Ég myndi áleit þegar ég byrjaði nýju starf upp í háskóla, þá var það fyrsta sem ég gerði var að hengja viðurkenningur upp á vegginn. Þá var ég komin á minn stað. Það gott að heyra. Já, mjög gott að heyra. En já, langar kannski bara að byrja á að spyrja þig svolítið út í þessar skýrslur. Hvað geturðu sagt okkur aðeins? Já. Það svona kannski margt samhangandi sem líka kannski tengist, kannski var ekki í skýrslunum en sem kannski svona hangir saman sem ég verið að hugsa síðan sem langar þá að koma aðeins inn á. Það sem ég svo athyglisvert var kannski þegar ég gaf út skýrslunum fjöldaþróun örorkulífeyrisþega. Sem að hún kemur út raun og veru þannig að sem sagt ég að eiga samtal við aðalega í Öryrkjabandalaginu og sem sagt ég búinn að eiga því svona nokkra ára svo kallað pet peeve yfir því að umræðan örorku og örorkulífeyrisþega hún snýst ofboðslega mikið unga karlmenn sérstaklega og það sem að hefur orðið hlutfallslega mikil fjölgun. En sem sagt, verandi svona talnanörd, þá hef ég legið yfir þessu og fylgst með þessu í langan tíma og mér held að finnist blasa við að það ekki sagan. Vissulega hefur hlutfallið aukist mér hratt og ég vil ekki gera lítið úr vanda þessara einstaklinga, ekki frekar ungra kvenna eða annarra sko. En þegar við erum að hugsa sko fjöldaþróun örorkulífeyrisþega og hvernig við ætlum að bregðast við henni, þá það bara svo áberandi að það eru konur og yfir miðjan aldur, þar sem sagt stærsti hlutur af fjölguninni kemur úr þeim hóp og það segir okkur eitthvað samfélagið okkar. Það sem að mér fannst svo kannski dálítið skrítið eftir að gefa skýrslan út hvað þetta kom mörgum á óvart. Af því að skýrslan byggði alfarið á útgefinni opinberri tölfræði frá Hagstofunni og Tryggingastofnuninni og þessar upplýsingar lágu alltaf fyrir. En alls konar málsmetandi fólk, stjórnmálamenn og sérfræðingar höfðu ítrekað komið og tjáð sig þetta og einhvern veginn var þessi fókus alltaf á þessa ungu karlmenn og þeirra vanda og oft með svona kannski svona ákveðin tón. Ungir karlmenn og þú veist, þeir eru vissulega með ykkur vandamáli en þeir eru sannlega bara að reykja hass og spila tölvuleiki. Og það kannski sko meira en svo skýrslan og efni hennar heldur þangað sem að þetta leiddi mig sem að mér fannst mjög athyglisvert og mér finnst svona eina af hluti sem langar að leggjast meira yfir sem að hvernig við búum til hugmyndina fólk sem að býr við fátækt, hvernig hún verður til í samfélaginu, hvernig við tölum fólk og hvernig við leyfum okkur að tala fólk. Öryrkjar, innflytjendur, einstæðir, foreldrar, allt hópar sem að í aukinni hættu á því að búa við fátækt. Og við leyfum okkur einhvern veginn að búa til söguna þetta fólk, þessa hópa, sem að gerir, það er eitthvað að þessum einstaklingum. Þetta fólk einhvern veginn, það eitthvað að því. Það eitthvað að öryrkjar eru latir, einstæðar mæður eru svona og svona, innflytjendur eru svona og svona. Við erum að ala á þessum hugmyndum og af því að einhvers staðar þá gefur þetta okkur afslátt. Ef að þessir einstaklingar, fólki sem tilheyrir þessum hópum sem býr við fátækt, ef að þau eru einhvern veginn mis, þá þurfum við ekki hjálpa. Og það ótrúlega skrítið hvernig þessi orðræða verður til. Hvernig hugmyndin öryrkjan, hugmyndin einstæðamóðurna, hugmyndin innflytjendan, hugmyndin fátæka einstaklinginn verður til sem einhvers konar svona hálfgerð demonisering á fólki. Þar sem að vandamálið alls ekki sem sagt
það að það sé eitthvað í því hvernig skipuleggjum samfélagið okkar eða hvað stuðningu við veitum eða bara almennt séð hverslega áherslur við höfum sem manneskjur, heldur vandamálið að fólk sjálft einhvern veginn klikkar. Og mér finnst þetta verið dálítið lykilatriði af því að ég held nefnilega í baráttunni við fátækt, þá sé þessar hugmyndir það hvernig við tölum fólk sem býr við fátækt, það líka lykilatriði sem hindrun á því að við ráðumst í að leysa vandann. Akkúrat. Þú trúir því eiginlega ekki hvað það frábært að heyra þig segja þetta vegna þess að ég alltaf á hinum endanum. Ég að segja nákvæmlega saman nema bara frá hinum endanum. Ég að reyna að benda á að fátækt ekki bara skortur á peningum. Og það akkúrat þetta að ef við getum horft á þennan hóp þannig að þetta sé bara honum sjálfum að kenna, þá kemur okkur þetta ekki við. Þá getur við bara verið stíl í. Já. Og svo svona ákveðin andvíkilegheit í því að við erum til dæmis að taka þessa ungu karlmenn og það kemur sagan hassreikjandi gaurinn sem að spila tölvuleiki allan daginn. Og það getur vel verið. Það getur vel verið að stór hluti þessar einstaklinga sé þar. Það hins vegar, ef við skoðum, ef við bara tækjum einn af þessum einstaklingum út fyrir sig, tækjum við bara og segjum ok, við ætlum að læra hvað þitt líf? Og myndum byrja að spyrja út í þessu hluti. Þá getum við komist að því að það væri tráma í æsku, einhver atburður sem gerðist nýlega, samspil alls konar þátta, fjölskyldu, skortur á félagslegu stuðningsneti, milljón hlutir sem að koma bara saman sem gerða verkum að þessi einstaklingur endur í þessari stöðu. Og að þess að taka frjálsan vilja eða sjálfsábyrgð af fólki af því að leiðin út líka snýst það að nálgast fólk af virðingu og leyfa því að finna sína leiðir út af þeirra eigin forsendum. Þá það bara ofboðslega ljótur leikur líka gagnvart þó þessum minnihluta hópi örorkulífeyrisþega að gera þessa einstaklinga að blórabögl. Af því að það eitthvað meira sem býr á bak við þetta heldur en bara það að fólk sé latt og nenni ekki að vinna og annað slíkt það. Og maður tala nú ekki annað tabú málefni sem einmitt loksins núna að vera umrætt nýlega og það fíknivandi. Já. Sannarlega líka eitthvað sem þannig að þetta svona partur af svona stóri svona shaming þar sem að fólk látið skamma sín fyrir sem að það að glíma við. Akkurat fíklar dálítið einmitt svona konstruðar í umræðinni svona eins og þú veist, fólk veikgeðja, það valdi rangt og eitthvað slíkt en ef við bara horfum á til dæmis efnin sem að fólk ánægjast. Við getum öll ánægjast, það bara mjög einfaldur líffræðilegur mekanismi. Ástæðan fyrir að fólk ákveður að virkja mekanisma liggur oft í því að fólk að díla við eitthvað tráma. Sem sagt, fólk með geðraskanir til dæmis oft lendir í vandræðum með aðgang að úrræðum af því að það sem sagt, með neysluvandamál í gangi líka. Oft neyslan einfaldlega tilraun til að sjálflyfja sig til að takast á við andlega sjúkdóma. Ekki besta leið sem getur farið en oft fólk ekki með skýrar leiðir áfram og bara að reyna að díla við lífið sitt og við fyrir þá frekar í það að fordæma fólk frekar heldur en að finna leiðir til að vinna með það og hjálpa því og finna leiðir út. Það bara... Akkurat. Þetta kannski svona, það líka, mér líka svolítið vert að kannski hugsa því að þú gerðir aðra skýrslu sem fjallar fátækt meðal barna. Og þetta kannski eitthvað sem hangir saman líka einmitt þetta með trómað og svona áfallasöguna og þetta bara uppvöxtin líka við fátækt. Það skortur á tækifærum og alls konar Já, og svo sameinast þetta einhvern veginn allt saman. Það áfallasagan ekki bara þín, þetta fjölskylduna sem heldur þér niðri ásamt þessum fátækta gildrum og gloppum í kerfinu og þú kemst ekki áfram og allt í einu komin önnur og þriðja kynslóð í fátækt sem bara fast og ef að samfélagi stígur ekki inn í og breytir stöðunni þeirra, þá breytist ekki neitt. Nei, og það akkurat önnur svona hugmyndum hvernig
svona, hvað segja, fátæktarskömmun sem að fólk notar svo þessar sko, sem sagt, þessar erfðu fátækt sem einhvers konar, það býr til sögu kringum hana, að börn örorkulífeyrisþega læri bara að nota kerfið og finnst þetta eðlilegt og við eigum fyrir rannsóknum, Bretar hafa alltaf lagst ítarlega yfir þetta. Það er ekki skilja sér í stjórnmálaumræðuna þeirra, en það sem við vitum til dæmis úr rannsóknum þar er að allar vísbendingar þetta kallað svona culture of poverty, þar sem að fólk sem sagt, það myndast þessi bara svona stemming fyrir því að lifa á kerfinu. Það er ekkert sem bendir til þess að þetta gerist almennt og þetta er ekki skýringin á sem sagt, svona þessum félagslega erfðum. Það eru aðstæðuna sem allir eru í á svæðinu. Það er aðstæðan í fjölskyldunum, það er aðstæðan á svæðinu sem býrð á. Þetta er sama aðstæðan sem er að herja á alla og brjóta niður alla. Þannig að sem sagt, og við vitum það alltaf frá erlendur rannsóknum og kannski sem sagt, ég held að það sé vona á vísbendingum á Íslandi fljótlega sem sagt bara sem sagt, þessa skiptingu sem sagt, það er tvennt í þessu sem skiptir máli. Sko, bara við hljóðum hugsa brottfall úr framhaldsskóla eða bara nám eftir grunnskóla. Þá er okkur óbúslega tamt að horfa á svona einstaklingsbundnar útskýringar. Þessi einstaklingur lenti í erfiðum, sem sagt, það var einelti eða það var eitthvað sem gerðist fyrir einstaklinga og það er einhverja mismunandi ástæða fyrir það. Og við eigum óbúslega lítið af upplýsingum enn sem komið hvernig allir þessi bakgrunnsþættir, hvaða áhrif þeir hafa. Við vitum frá öðrum löndum að þættir eins og efna og fjölskyldu hefur óbúslega skýr áhrif á árangur í námi og möguleika á framvindu. Við vorum að spjalla með það náttúrulega áðan fyrir útsendingu, þá vorum við að skoða þessa mynd frá Bandaríkjunum með meðal einhvernir úr hvað heitaði samræmdu prófum þeirra þarna fyrir, er ekki háskólainntökuprófin eða eitthvað svoleiðis? Jú, SAT. SAT, já. Og sem sagt, það var bara svo óbúslega skýrt samband, því hærri tekjur sem að fjölskyldan hefur, því betur einhvernir fékkstu. Þannig að sem sagt, við vitum á Íslandi að einhvernir úr 10. bekk spá fyrir námsframvindu eftir það. En ef allir þessi félagslega efnaslega þættir spá fyrir einhvern veginn í 10. bekk, þá segir það í sjálfum sér ekki neitt að þessi samband við einhverna. Af því að á endanum þá eru allir þessi þættir. Það er stuðningur sem getur fengið heima fyrir tíminn sem foreldrarnir hafa og orkan, bjargina sem heimili hefur til þess að styðja því í námi. Það eru til spjaldtölvur, eru til, hlutilsagt fyrir áhugamálið, fótboltagallinn eða fimleikagallinn og keppnisferðirnar og allt þetta. Þetta skiptir allt ofboðslega miklu máli. Og við vitum að sem sagt, fátækt hefur, að aðalast fátækt, við vitum að fátækt hefur áhrif á heilsu barna, börn sem alast upp á tekjulegri heimilum, búa í æsku við verri heilsu heldur en börn á tekjulegri heimilum. Við vitum að það eru líklegri til að detta úr námi. Við vitum líka að alls konar langtíma útkomur í lífinu líta miklu verr út ef þú ólst upp á fátæku heimili. Og það er alltaf hægt að draga upp sem sagt successfulana og segja, já, en ég braust nú til álna. En það að maður hafi náð að lifa þetta af og náð árangur þátt fyrir allt, það segir endanum ekki neitt af því að auðvitað er einhver sem byrjar að klifra fjallið þannig að neðst við rætunar og nær á toppinn. En flestir sem náðu toppinn, þeir bara byrjuðu sitt klifur bara einni þúfu neðar. Þannig. Já, akkurat. Þetta er þetta er eiginlega, fyrir mann skortir orð eftir þessa umræðu. En það er náttúrulega bara, þú veist, þetta með skort á aðgengi. Það er náttúrulega, við vitum það bara að fólk sem býr við fátækt, það hefur miklu verra aðgengi að öllum kerfum í samfélaginu. Veist, og það er svo mikið af svona földum kostnaði, þú veist, bæði í heilbrigðiskerfinu sem náttúrulega leiðir til, þú veist, verri heilsu, tannheilsu til dæmis sem er aldrei tekin inn í heilsumyndina og sem að þú veist er eiginlega lykilatriði í, þú veist, sjálfsmyndinni, þú veist, að vera með tennur sem
þú veist, geta brosað framan í fólk þegar þú ferð í atvinnuviðtöl og svo framvegis. Og svo líka bara aðgangur að menntakerfinu, þú veist, eins og við erum með náttúrulega, menntun frí, en svo eru skráningagjöld sem þú þarft að borga áður en þú byrjar vinnuna, bókakostnaður, þú veist, að eiga föt í skólan, eiga, þú veist, nesti til að hafa með þér, þú veist, það bara allt þetta sem spilar saman, Já. Og maður getur valið að búa fjær skólanum og verið ádýrara svæði en þá er maður samgöngukostnað, þetta allt bara. Og svo, sem sagt, að því ég held að svo sem kannski meira inn í rannsókn á Bretlandi heldur en öðrum Evrópulöndum, því að ég bjó þar og lærði og en eitt af því sem orðið mjög opaslega skýrt sem sagt, námsval til dæmis ólíkt eftir því hvernig fjárhæð heimilis og það ekki það endilega sko, líka þannig að með 2 einstaklinga sem eru með sama námsárangur í grunnskóla en annar á mjög tekjuháu heimili og hinn mjög tekjulágu heimili, þá horfa valkosturinn sem standa frammi fyrir mjög ólíkt við. Einstaklingur tekið á heimilinu, hann hefur efni á því að feila, hann getur tekið áhættusamari kostina og ef það klikkar þá hefur hann leiðir út úr því. Einstaklingur á lágtekjuheimilinu, hann hefur ekki þessa kost. Hann þarf að vera nokkuð viss hann á árangri á þeirri línu sem hann velur, geta klárað hana hratt og örugglega og komist svo áfram á þeim forsendum. Og það þýðir að það verður sem sagt að mörgu leyti rökrétt fyrir einstaklingur á lágtekjuheimilinu að taka öruggleikarkostinn, kostin sem styttri, sem að skila beint inn í vinnu og þýðir það kannski að, vissulega, 20 er kannski með hærri tekjur en þeir sem að fóru hina leiðina, en 30, 40, 50, því að hina leiðina til lengri tíma litið eru yfirleitt betri tekjulega sér til dæmis og veita félagslega stöðu, virðingu, völd og alls konar hluti sem að örugguleiðinar gera ekki eins mikið. Og þá oft stendur fólk kannski fram með fyrir því, til dæmis örorkulífeyrisþega, þeirra val snýst kannski það að það kannski rétti kosturinn að fara bara að vinna til að skaffa tekjur fyrir heimilið eða fara að vinna og flytja heiman til að létta byrðum á heimilinu. Það allt annað, þetta ekki valkostur sem að börn í milli- og efritekjuheimilum standa frammi fyrir. Þetta eitthvað sem að öll uppkomin börn öryrkja þekkja og þurfa að flytja í burtu til þess að valda foreldrunum bara ekki einfaldlega fjárhagslegum missi. En ég er ennþá aðeins pínlítið með hugan við þessum og varst að tala áðan með success stories. Börn úr fátækt sem ná góðri menntun og ná góðri stöðu í lífinu. Þegar, ég veit ekki hvort það ykkur upplifun, en þegar ég hugsa þá sem ég veit sem í þessari stöðu, að þá það yfirleitt fólk sem það sem að fátæktin var ekki viðvarandi allan þeirra uppvöxt, heldur af því að það var eitthvað sem gerðist, það var kom eitthvað upp á, þannig að þau upplifðu fátækt, en hvatinn ímynda ég mér að hafi verið meiri af því að þau þekkt eitthvað annað þar áður. Ég held að það sé mikið til í því og oft til dæmis kannski lendir fólk í því að foreldrar skilja, þá kemur tímabundið ástand þess að býr hjá einstæða foreldri sem er með lágar tekjur en nýtur kannski góðs af hærri tekjum af hinu heimilinu. Og svo kannski þetta rambar fólk í hjúskap aftur og hlutin réttast af og það þetta tímabundið ástand, það getur alveg skil eftir ákveðna arfleifð en það allt annað heldur en maður hugsa bara það að fólk sem að stendur fram fyrir því tíman á 30-aldrinum það hafi ekki starfsgetu lengur og því þar eftir tryggðari tekjur sem eru svona rétt fyrir ofan fátæktarmörkin. Aldrei þannig að maður mælist fátækur en ef maður þarf í alveg að lifa á slíkum tekjum í langan tíma þá maður sannanlega fátækur af því að örorkulífeyrisþeginn labbar ekki inn í banka og segir ég þarf að brúa hérna tímabil af auka útgjöldum get ég fengið lán eða aukin yfirdrátt því að bankanum finnst það ekki snilli hugmynd. Og þú veist þannig að fólk bara fast og það hefur ekki leiðir út. Þannig að og líka kannski þessi svona eignaskipting að
Fólk sem býr við langvarandi fátækt náttúrulega ólíklegra til að eiga sitt eigið húsnæði. Já. Þannig að það einmitt ekkert til þess að skilja eftir fyrir börnin og svo framvegis. Ekkert að skilja eftir börnin, ekkert sem getur notað til þess að vara sig til að komast yfir erfiðar tíma og þetta það þannig. Já, raunar þannig. Ég ætla að segja að það væri þannig að sem sagt fólk í lægsta 10% af íbúðum landsins lenti alveg mörgum svona erfiðum tímum og áföllum og við hinn, en auðvitað það þannig að þessi hópur lendir oftar í erfiðum tímum af því að sko, þú búin að finna strategíuna að þú rétt að skrifta á peningunum sem þú hefur og svo fyrir góðskeiðis og það ekkert fyrir það enginn varasjóður, það er ekki króna umfram sem þú getur einhvern veginn sem buffer á meðan sem sagt, þú hugsa bara vilt ekki heimilinn og fara ekkert ofan það, þá samt þetta að kaupa aðeins ódýrari útgáfur af vörum, skera niður ákveðna næstu tímabundi til að komast gegnum tímabilið og fólk veit að þegar þessi tímabilið er lokið, þá verður alltaf aðeins betra aftur. En það svigrúm til þess að taka þessa ákvörðun sem ekki hjá tekjulægstu hópum. Það Nei, og svo horfir maður á þetta einmitt eins og þú segir, sko, fólk virkilega skrimtir og telur krónu og aura og orðið blankt löngu fyrir mánaðamót. Sama tíma kerfið einhvern veginn fyrirfram gera ráð fyrir því að það sé örugglega einhver að reyna að misnota þetta. Klárlega frá sjónarhóli kerfisins einhver sem ákveður að þetta sé besta leiðin í lífinu. Maður bara hugsa hvernig sko kjaraþróun til þess að örorkulífeyrisþega eftir síðustu 10 árum, þá hafa örorkulífeyrisþegar dregist aftur úr hinum almenna, aftur úr lægstu laun, bara miðað við lægstu laun í samfélaginu, af því að það svona það sem við höfum ákveðið skilgreina sem svona eitthvað svona botnin á ástæðulegu lífeyrisstandard. Örorkulífeyrisþegar hafa dregist kerfisbundið aftur úr, það hægt ef maður lítur á þannig, ef maður tekur hámarksupphæðir allra bótaleiða og finnur sem sagt, hugsaðu þú ert 18 ára þegar þú farið örorkumatið, þú ert ekki með neinar aðra tekjur og annað slíkt, þá hægt að segja þannig að kjörin hafi batnað á síðustu 3-4 árum. Ég held hins vegar að það nái ekki 100 einstaklingum örorkulífeyrisþegum sem að falla undir þessa skilgreiningu. Því að það eru allir með einhverjar skerðingar og takmarkanir, sem sagt, allir, sem sagt, besti fyrir utan yngstaldarshópinn þá sem sagt, fjölmennasti hópurinn meðal örorkulífeyrisþega, ég er klöfus út af mér. Ef við skoðum fólk sem eru örorkulífeyrisþegar í dag og greinum það eftir því hvenær það, sem sagt, fékk örorkumatið, þá algengasti aldurshópurinn í kringum 40 ára. Sem sagt, það hópurinn sem að, svo þetta lengri hópar, sem sagt, yngsti hópurinn að vísu hærri, það fólk sem greindist snemma, 18 til 24 ára, en inn í því náttúrulega líka fólkið sem að með meðfæddar fatlanir og annað slíkt sem að fær svo bara matið þegar allt er komið hann aldur. Þannig að það kannski gefur ekki alveg rétta mynd. En allir þau fólk sem helmingur örorkulífeyrisþega að fá sem sagt örorkumatið, fékk örorkumatið eftir 40 ára. Og það til dæmis hópur sem með mjög skerta aldurstengda uppbót, hefur einhverja framfærslubót á móti sem að skerðist 67 aura á móti hverju krónu sem vinnur upp, sem rosalega brött skerðing. Það ekkert gott, það engin góður díll í gangi þannig. Og þannig að flestir örorkulífeyrisþegar hafa bara horft á kjörin sem dragast aftur úr í heilan áratug eða svo. Já, þetta einhvern veginn, sko, þegar tölurnar eru skoðaðar þá þetta svo hróplegt og það svo vont líka af því að í hruninu þegar öryrkjar voru skertir að þá var það gert sko undir sem sagt þeim það var talað sérstaklega að þetta væri fyrsti hópurinn sem fengi bætt aftur leið og betur áraði, minnir mér að það veri orðað þannig. Og svo sér maður bara þú veist, einhverja rosa kjara gliðnun og það alveg sama hvað allar þessar litlu prósentuhækkanir það gera í rauninni ekki neitt.
Nei. Og það svo erfitt að horfa á tölurnar tala sínu máli og finnast bara enginn í samfélaginu raunverulega vilja hlusta á hvílíkt óréttlæti þetta Ég get alveg trúið því. Þetta náttúrulega þegar maður horfir á þessar tölur og liggur yfir þeim og það kannski hluti af vandamálið að þetta ofboðslega flókið kerfi, þannig erfitt að skilja hvað að gerast í því, sko. En það gerðist ekki eftir hrunið að þessi hópur fengi leiðréttingu. Það allt sem að sýnir það að þetta raun og veru eini hópurinn sem að ennþá í hruninu, basically. Hrunið kom og örorkulífeyrisþegar eru þar ennþá. Og ég held að fólk átt sig ekki á, sko, ef þetta hefði komið leiðrétting og svo hefði örorkulífeyrinn bara haldið í til dæmis við lægstu laun eða fyllt almennri launþróun eða eitthvað í landinu og reyndar gert ráð fyrir lögum en virðist ekki halda, þá hefði þetta aldrei verið einn stór biti. Þetta hefði bara verið svona ákveðin útgjaldaaukning á hverju ári. En ef við hugsum í dag, þá myndum vilja að leiðrétta stöðu örorkulífeyrisþega þannig að þeir væru í sömu stöðu í dag og gagnvart til dæmis lægstu launum eins og voru 2008 eða 2007, ég man ekki alveg nákvæmlega hvaða ár það var best gagnvart launaþróun, þá bilið sem eru safnast upp voru svo mikið. Og núna lítur þetta út eins og bara svona eitthvað fjall sem er ógerlegt að klífa. Og fyrir vikið enginn hugsa, getum við þá allan að byrjað að fara upp fjallið, tekið það í skrefum á 5 árum eða eitthvað til þess að komast aftur á þann stað sem við komast á? Við komumst ekki einu sinni á þann stað að geta farið fram á það á meðan að svona stór hluti, hvað ég segja, pólitíska samfélagsins afneitar okkur. Já. Þetta einhvern veginn. Það einhvern veginn eins og þegar kemur að því að framkvæma þetta og það sem svona fólk flaggar því að það skiptir máli hver stjórni og allt þetta, sko, og það vildi gera það hver leyti. En það áberandi þegar kemur að kjörum örorkulífeyrisþega, þá virðist það ekki skipta á endanum neinu sérstöku máli. Ef við skoðum bara eins og staðan sem hefur þróast yfir orðin í dag, það ekkert að segja að þetta hafi verið vinstri stjórnin eða þetta hafi verið Sigmundar Davíðs eða núverandi ríkisstjórn. Allar ríkisstjórnir eru bara búin að halda sama mynstri. Ef við bara hugsaum þetta, þá eru sko allir af fjórflokknum eiga hluta svona ábyrgð. Forysta Miðflokksins var hluti af sat í ríkisstjórn sem hún leiddi ríkisstjórn sem að eiga þessum sinna ábyrgð. Þannig að það virðist ekki skipta máli þegar til kastana kemur. Hvaða flokkar eru í valdastólunum? Nei, það einhvern veginn eins og, þú veist, bitbeinið sé eitthvað annað, hvort sem það kvótinn eða hvað það sem að hérna og ráðherrastólarnir, þú veist, bitbeinið eitthvað annað og við lendum alltaf í aftasta sæti af því að við erum ekki höfum ekki sexapílið, erum ekki aðlaðandi til að selja okkur á þann hátt. Já. Það samt jákvæð þróun sem átt í stað í því að verkalýðshreyfingin virðist hafa kveikt aftur á þeirri hugmynd að til dæmis almennilegt örorkulífeyriskerfi ekki bara hagsmunir fólk sem er búið að missa starfsgetuna, þegar við getum öll með starfsgetuna og það heldur ekki handaðskemmt eftir í hvar við erum í samfélaginu. Þannig að það lykil hagsmunir okkar allra að hafa gott kerfi sem að grípur okkur og heldur utan okkur og styður okkur ef við lendum í áföllum. Það væri líka rosalega gott ef við gætum á einhvern hátt reiknað út og sýnt fram á kosti þess að halda fólki í virkni og vera ekki að sem sagt, nú láglaunafólk það brennur út og endar á örorku. Þú veist, við erum bara basically að framleiða fólki fátækt og öryrkja eins og kerfið byggt upp í dag. Ef það væri hægt að reikna út sem sagt ekki bara gæði lífs fólksins sem að sleppur við að fara á örorku og brenna út, heldur bara að reikna út hvað samfélagið myndi græða á því fjárhagslega. Já, það skipleggja hlutir öðru sér, þannig að færri mistu heilsuna og það væri betri stuðningur í fólk sem misti heilsuna að finna leiðir fyrir allir lífið allir. Akkurat. Maður halda að væri
einhver sem sagfræðingur ætti að geta sett einhverja góða tölu á þetta. Stundum hefur þetta eins og maður sé svona tölur eins og sem sagt virk endurhæfing gefur út árlega tölur hvað þau hafa sparað í íslensku samfélagi mikla peninga. Og gott og vel, ég hef aldrei leggst yfir það til að meta það hversu rétt eða hversu vel metið það er. En oft fókusinn á sko arðsemina eða hagnaðina eða sparnaðina af því að barnafólk eru örorku hefur dálítið stundum verið notaður til þess að réttlæta þessa starfsgetumatsnálgun. Og ég alls ekki á móti starfsgetumati sem slíku. Ég held að einstaklingsmiðuð nálgun þar sem að fólk fær stuðning til þess að vinna sig út og úr aðstæðum sínum og byggja upp lífið á nýjan leik. Það sé frábær hugmynd ef að við erum með á undan alls konar úrræði til að hjálpa fólki að einfaldlega vera fært að nýta sér starfsgetumatið eftir alls konar áföll. Ef að við erum með samfélagi sem að ekki kerfisbundið að brenna út fólki í lágt launuðum álagsstörfum með massífri aðhaldskrufa, þá sé ég held að starfsendurhæfing sé lykilatriði til þess að í framtíðinni. En það getur ekki gerst án þess að það sé hugað því að fyrsta lagi tryggja framboð af störfum og stuðning á vinnumarkaðnum fyrir fólk með skerta starfsgetu. Og það verður líka verið gert þannig að þetta sé ekki bara einhver svona leið. Þetta þarf að vera meiri gulrót en spýta. Það þarf að vera þannig að lífskjör fólks séu eftir sem áður tryggð. Vandamálið ekki allir vinnuvilji í örorkulífeyrisþega. Vandamálið að vinnumarkaðnum vill ekki taka við fólki með skertri starfsgetu nema þegar allt annað vinnuafl uppurð. Sko við höfum einmitt bent á þetta hjá Sjálfsbjörg að það ekki hægt að ýta fólki, þú fær bara pang-búm quiz, þú fær þetta hlutfall frá Tryggingastofnun, svo þú bara bjargaði með rest og það ekki hægt að ýta fólki út á óvinveittan vinnumarkað sem að sér ekki hag af því að ráða því í vinnu, hefur þess vegna ekki hlutastörf við hæfi eða í boði og það heldur engin sjóður til þess að sækja í þessum tilfellum sem að kannski vantar einn rapp eða einhvern síma með betri búnað eða eitthvað fyrir viðkomandi til þess að geta unnið. Þannig að hindranirnar eru allt of margar og svo höfum við bent sérstaklega á það að okkur þykir ráðuneytin eiga að fara á undan með góðu fordæmi. Þar til dæmis ekki að finna neitt hlutastarf og enginn fatlaður við vinnu. Ég hef meitt var rækka augun í þetta mörgu góðu fyrirspurnum að spila Levis. Mér fannst þetta mjög athyglisvert af því að hann myndi halda að ráðuneytin myndu þó ekki væri nema bara í einhverjum tókenisma. Það ekki einu sinni þar. Þannig að en það akkúrat málið, það þessar stóru hindranir og það bara, við höfum séð hvað gerist í Bretlandi. Þau fóru þessa leið sem hefur aldrei verið einhvern veginn svona fókusna hjá okkur að fara í kringum starfsgetumat. Það bara hrollvekjandi niðurstaða. Það bara skilar fólki verri lífskjörum, meiri óöryggi, meiri ótta, verri heilsu og í besta falli þá endur það bara einhvers annars staðar í velferðarkerfinu. Það bara eins og með þó að starfsgetumat hafi ekki verið samþykkt og sé ekki búið að koma formulega á, þá Tryggingastofnun samt að útskrifa fólk með 50% örorku. Og þá færi það þarna einhvern 120.000 krónur frá Tryggingastofnun og síðan það undir því komið að reyna að finna vinnu sem ekki finnanleg og ég veit allavega 3 einstaklinga núna sem að hafa nýlega verið útskrifaði þannig og þurfa þá að sækja framfærslustyrk sveitarfélaga ef að þeir búa í Reykjavík að þá þetta þolanlegra, skulum orða það þannig, þolanlegra heldur en í öðrum sveitarfélögum. En samt sem áður, það alltaf einhverja skerðingar. Þú færð ekki fulla 50% á móti. Og þannig þetta alltaf komið með upphæð sem eiginlega ekki gerlegt að lifa af og þú átt samt að borga húsalegu og mat og lyf og lækniskostnað og allt annað. Óramála. Það bara gengur ekki upp.
gerir það ekki. Já, fyrir utan að hérna til dæmis ef þú lendir á að vera á framfærslu sveitafélaga á móti, þá er það skert, þá er það náttúrulega bara króna á móti krónu. Þannig að þú færð bara uppbót upp í lágmarkið hjá sveitafélagunum til þess að hérna lifa af og það er náttúrulega virkilega lágt. Það er hæst í Reykjavík, þar sem það er held ég 207.000 en svo er það lægra annars staðar á landinu. Já, nýverið þá hérna var einstaklingur sem sko var einmitt í þessum aðstæðum og lenti í því að hérna leigja herbergi en fékk ekki að flytja lögheimilið þangað. Þannig að hann bjó í Reykjavík en fékk ekki að flytja lögheimilið þangað því það kom þeirri sem hann var að leigja frá hérna ekki vel. Þannig að hann gat ekki fært sönnur á það að byggja í Reykjavík og þannig að fékk hann ekki framfærslu frá Reykjavík. Þannig að þetta er ýmis vítin að varast. Hérna, mér langar líka aðeins að hérna, varpa fram fyrir spurningu. Afsakið að vera að bora hérna í húsinu hjá mér, ég vona að heyrist í mér. En hérna, mér langar aðeins að spyrja bara, nú er þetta kerfi svo gríðarlega flókið. Þú veist, hjá Tryggingastofnun, þetta er bara, þú veist, þetta er heill frumskógur, það er engin þjónusta við fólk. Mjög lítið af upplýsingum, fólk er jafnvel að segja að upplýsingum sé haldið tilbaka. Frekar en að vera að halda því að fólki. Þetta er bara það sem ég hef heyrt frá fólki sem hefur verið í samskiptum við Tryggingastofnun og hérna, þú veist, af hverju er þetta svona flókið? Er það eitthvað, þú veist, þarf þetta að vera svona og ertu með svör við því? Kolbeinn. Bara, ég veit ekki hvert ég er að fara en hérna getur hjálpa mér. Ég er náttúrulega hljóma nú örugglega svona eins og hérna eins og góður hægri maður þegar ég segja mér finnst að öll svona kerfi eigi alltaf að vera sem einföldust. Það flækjust í það ekki að vera en ég líka þegar geðarinnar mér finnst 3 þrepa skattkerfi alls ekki flókið þannig að ég er ekki alveg á sama stað. Það er rosalega erfitt þegar að fólk er einhvern veginn að reyna að horfa í hvaða réttindi það er á, hvaða á og sem sagt hvaða möguleika það hefur. Þegar kerfið er flókið. Að vísu getur maður hjá Tryggingastofnun til dæmis sem maður er að sækja örorkulífeyri, þá getur maður að fara að reiknivélina þar og fengið svona einhverja mynd af því. En sem sagt, það er samt svo erfitt að sko, þetta er svo ofboðslega ógagnsætt. Það er einhver grunnlífeyrir og ef þú hefur grunnlífeyri þá veitir hann rétt til annar hluta eins og til dæmis hérna framfærslu aldurstengdu uppbótarinnar. Hún er samt falla á aldri og svo er hérna á sínum tíma var til dæmis hérna kemur inn hérna hvað er það framfærslu uppbótin. Hún kemur inn á sinn tíma af því að það var fólk sem fékk lága aldurstengdu uppbót sem hafði engin réttindi samt í lífeyrissjóðum og það er að bæta það. Það er alltaf verið að bæta þetta svona bútasömmur dálítið. Og ég hef svo sem enga lausn, það er kannski ódýrt þegar maður að segja það, en ég held að þetta kerfi gæti verið auðveldara og einfaldara ef við værum annars vegar ekki svona ofboðslega upptekin af því að targeta hlutina nákvæmlega þannig að við séum ekki að hafa ofmiklar áhyggjur af því að einhver fá kannski aðeins meira en andra. Og það er ákveðið trade-off þegar kemur að svona velferðarkerfum og bótakerfum. Að því meira sem kerfi fókusir á að halda úti þeim sem að verðskulda ekki stuðning samkvæmt einhverju gildismati, því verri verða því að veita stuðning við þá sem að þurfa á að halda. Maður heyrir oft þessa réttlætingu að við viljum beina peningunum þar sem að þeirra er þörf, en staðreyndin er svo þegar fókusin er einhvern veginn á það, þessi fókus er til staðar, þá er meira fólki sem að fellur á milli skips og bryggju og fær ekki stuðning sem það þarf. Hitt er svo með sem sagt við vorum að tala gagnsæið og flækjustíð, það er eitthvað annað sem að það hlýtur að koma aftur eða. Einmitt. Ásta, þú ert með? Já, hérna ég var að hugsa sko, sérst í hérna rannsókninni þinni og þá er ein setning sem að hérna situr svolítið sterkt í mér. Fátæk börn læra að setja sjálf sig í annað sæti. Það er óbúslega áhugavert að hérna
rannsóknir þar sem foreldrar eru spurðir, hefur barnið þetta? Ef það 2 pör á skóm, það í tómstundastarfi eða íþróttastarfi eða hvað sem er. Og svo spurt eftir á, fólk segir nei, það ekki, og svo spurt, það vegna þess að það kostar of mikið. Og margir foreldrar, fátækir foreldrar, svara því til bara nei, barnið hefur aldrei spurt. Og þetta gerð að nota sem svona filter til þess að hvort að skortur skýrist að fátækt eða einhverju öðru. Þannig að það verður að vera uppgefin ástæða skortur á peningum. Fyrir mörgum foreldrum, fátækum foreldrum, þá er það ekki svo augljóst af því að barnið bara einfaldlega hefur aldrei stungið upp að því að fá að læra á hljóðfæri eða æfa finnleika eða taka þátt í alls konar hlutum. Þegar börn hafa eins að vera spurð og rannsóknir eru börnin sem búið fátækt, þá benda þær til þess að börnin þau gera sér grein fyrir aðstæður. Foreldrar reyna hvað þau geta hlífað þeim, þau reyna að forgangsraða þörfum barna sinna, en börnin eftir því sem þau átta sig alveg á stöðunni. Þau skilja það að það lítið mánaðans erfiður og taka eftir því að mamma ekki að borða fyrir allir búin að borða, þá hún bara að taka upp afgangana og allt þetta. Börn eru þetta alveg ótrúlega næma umhverfið sitt. Það sem börn gera að annars vegar verður ekki svona fatalismi, það þýðir ekkert að biðja þetta. Hitt sem líka að þau vilja ekki íþyngja foreldrum sínum með því að láta foreldrum vita af því að þau skynja það líka þegar foreldrum get ekki veitt eitthvað sem þá líður foreldrum illa með það. Þau byrja að hlífa og vernda foreldrum sína. Og þá verður til þessi svona sálarmekanismi það að þú lærir að afskrifa þínar eigin þarfir. Og þetta getur haft langvarandi áhrif á bara, fólk setur sjálft sig alltaf í annað sæti. Og ekki þannig hátt, það er mikilvægt og gott að við tökum tillit til þarfa annarra í kringum okkur. En það að manns eigin þarfir séu alltaf víkjandi, af því aðrir hafi þarfir, það er ekki heldur heilbrigt eða eðlilegt. Nei, og hérna í tilfellum stúlkna, þá eru þetta stúlkurnar sem að fara í ofbeldissamböndin af því að það þekki ekkert annað en að setja sjálfa sig í aftursæti. Já. Þannig að það er áframhaldandi fátækt nema bara þessu sinni með ofbeldi. Já. Sem er eiginlega bara versti pakkinn á þeim öllum. Já, einmitt, heyrðu, við ég held að við gætum haldið áfram að tala í allt kvöld. En við þurfum líklega að fara að hætta. Ekki nema að sé eitthvað sem að þið viljið bæta við. Ég vil endilega gefa Kolbeini lokaorðið. Já, einmitt. Og ég fólk eru að horfa á þetta morgun, það er fyrsta septemberdagur, við erum að dálítið svona lúin. Mér finnst skipta óbærslega miklu máli að fólk átti sig á því að fátækt er ekki óleysanlegt vandamál. Auðvitað verður alltaf einhver leyti má búast við að einhver hafi minna en einhverju aðrir og annað slíkt. En það eru yfirdrifin nóg gæði í landi eins og Íslandi til þess að enginn eigi að þurfa að búa við skort. Og það er ekki eins og við séum á þeim stað í okkar sögu þar sem að skortur sé eitthvað almennur eða meðal einstaklingunum horfið fram á það að allt geti farið á endan endan bara með minnsta fyrirvara. Við erum að gangið mjög djúpa efnahagslega lægð fyrir fólki sem heldur vinnunni samt núna, mun þessi kreppa sennilega ekki vera neitt sérstaklega harkaleg. Þetta finnum við öll fyrir einhvers konar samdrætti og hækkunum verðlagi og öllu þessu. En það verður þessi lagskipting á milli þeirra sem að missa vinna og þeirra sem halda henni. Það sem að skiptir máli í þessu saman er að þetta er pólitískt mál. Það þarf pólitískan vilja til þess að eyða fátækt. Og það er ekki gert með því að þiffa einhverja smá tölur svona hér og þar á jaðrinum í kerfinu. Og mér finnst það helst að minn sem
stjórnmálana sem við höfum í dag er það að það virðist á endanum engin trúa því alveg að það sé hægt að breyta því. Fólk getur verið ósammála hvort að samfélagsgerðin okkar og kerfin okkar séu góð eða slæm, en þegar allt kemur til alls þá annaðhvort virðist vera að fólk vilji ekki breyta þeim eða trúi ekki að það sé raunverulega hægt. Og það er þetta sem við þurfum að breyta, að samfélag okkar er eitthvað sem við búum til sjálf. Akkurat. Já, ég held einmitt að þetta séu mjög góð lokaorð og bara mér langar að þakka þér innilega fyrir komuna, Kolbeinn Stefánsson, og takk Ásta fyrir að vera hérna með okkur líka. Ég ætla bara að segja takk fyrir að bjóða mér. Takk fyrir.